Uppskrift að góðum degi unnin í samstarfi við Sóknaráætlun Norðurlands vestra og Æsver. Góður dagur gengur í garð á Norðurlandi vestra. Við erum stödd á brimslóð á Blönduósi og útsýnið yfir Húnaflóann fyllir okkur bjartsýni til góðra verka í dag. Við ætlum að halda ferðalagi okkar áfram, en fyrst nauðsynlegt að borða vel og fá sér kaffidrið til. Þó það sé freistandi að drolla svolítið og fá sér ábóta kaffi, má ekki gleyma að þétt dagskrá bíður okkar í dag. Fyrsta stopp, Skagaströnd. Á vesturströnd Skagans kúrir Skagaströnd undir stóru fjalli sem heitir Spákonufell. Upphaflega hét þéttbýlið Höfðakaupstaður eftir Spákonufells höfða, en rekja má sögu bæjarins allt frá 1602 þegar Danir voru þar með einokunar verslun. Við byrjum á að fá okkur göngutúr bæinn og virðum fyrir okkur útilistaverk eftir Erlend Finnboga Magnússon þar sem hann notar efni úr sögu Skagstrendinga, meðal annars sjósókn og landbúnaði. Það ákveðin dölúð sem sveipar Skagaströnd. Spákonufellið rís hátt yfir bænum og minnir á forna tíma þegar spákonan og höfðinginn Þórdís átti hér heima. Í gömlum hernámsbragga sem síðar varð samkomuhús Skagstrendinga Spákonuhofið. Hér ætlum við að kynnast Þórdísi og sögu hennar betur, já, og kannski læra eitt og annað okkur sjálf í leiðinni. Þetta hún Þórdís spákona, hún bjó hérna á svæðinu, tölum oft hana sem landnámskonun okkar af því að hún fyrsta manneskjan sem rituð og vita hafi búið hérna á þessu svæði. Henni minnst í 4 Íslendingasögum sem nokkuð mikið og vel gert fyrir konu á þessum tíma. Og það verður þær Heiðavígasaga, Vatnsdæla, Kormákssaga og Þorvaldsþáttur Víðförla. Hérna á myndunum bara ævi og störf Þórdísar, allt frá fæðingu til dauða. Við segjum frá hvenær og hvar hún fæddist og allt fram að þegar hún deyr og fjársjóðunum sem hún felur upp í fjallinu. Áður en hún dó, þá fann hún á sér að það væri eitthvað slæmt í vændum, svo hún hafði tekið allt sitt skart og allar sína gersemar. Hún var mikill höfðingi og það vel nefnt í Íslendingasögunum. Og hún felur fjársjóðun eitthvað staðar upp á fjallinu og leggur síðan álög á fjársjóðun. Að til þess að finna hann þá þarf að uppfylla 3 skilyrði. Það þarf að vera kvenkyns og þarf að vera alin upp á kaplamjólk, mjólk úr hestum, og maður má ekki vera við guðnefndur, ekki skírður eða fermdur eða neitt slíkt. Og þegar búið að uppfylla öll 3 skilyrðin, þá það eina sem þarf að gera að labba upp á fjallið og þá koma hrafnarnir 2 sem þarna fyrir aftan. Og annar þeirra vísar þér veginn að kistunni og hinn með lykilinn til að opna hana. En þetta Spákonuhofið. Já. Var hún Þórdís spákona? Hún elst upp á heimili þar sem var völva, sem kenndi henni ýmislegt, þar meðal að rista rúnir og brugga seið og annað slíkt. Og í gegnum ævina hennar í Íslendingasögunum, þá hennar minnst þar sem hún að hjálpa fólki með því að leggja álög eða aflétta álögum eða hjálpa til. Fyrir gesti Spákonuhofsins þá erum við með 2 sem í boði en einu safninu. Það annars vegar hægt að fara í spá. Við erum með 2 spákonur sem að líta aðeins í lófann eða spilinn eða annað slíkt. Og svo líka hægt að fá sögustund hérna. Ef þú borgar þig inn á sýninguna þá færðu alltaf með leiðsögumann sem kemur með þér og segir þér söguna af henni Þórdísi og segir þér frá spákleifunum 4 og spáleiðum. Það var mjög annað að sjá þú með rúnin í öllum litum og því að hver litur hefur sína merkingu. Eins og vatnið, það náttúrulega tengt við hugan þinn, já og líka bara tilfinningar og svoleiðis. Og allt byrjar þetta nú með hugsun, þannig að það gott að það eitthvað hér. Ef þetta væri tómt þá náttúrulega þú bara
eitthvað út á túni. Já. Svo ertu hérna í loftinu, það þessi guli hérna, það tengingin við loftið og það svolítið mikið það sem að þú ert að gera, það sem að sýsla, vinnan þín og bara sem þú ert að gera dagstælega og það þú frekar svona aktífur maður, myndi ég segja. Til dæmis ef að þetta væri tómt og alla rúnirna væri kannski í vatninu, þá myndi ég nú kannski segja við þig ef þú væri alltaf að hugsa að gera eitthvað en svo skeður aldrei neitt, þú væri fyrir eitthvað latur sko. En hérna þetta meira þannig að hérna, þú æðir svolítið í hlutina, bara lætur vaða og svolítið mikið svona aktífur. Þessi þumalfingur og þetta hendi sem ég langar að fá líti í. Já, þú kjarkmikil og áræðin. Þú hreinskilin, þú dálítið viðkvæm, en þú getur verið töluvert stíf á meiningunni stundum. Það hefur ekki snúið alveg á punktinu. Nú, af hverju ertu að verkjast með áhyggjur út af smámunum stundum? Þú svolítið til, ég ekki að segja, stundum hefur ástæðu til þess og það við eitthvað ekki fyrir löngu, en þú líka stundum að gera þér reglu út af einhverju sem ekki þess virði. Nú, þessi hluti hér, þetta tengist við eldin og hér ertu bara alveg með 3 sem bara mjög, mjög gott. Eldurinn náttúrulega bara eldmóðurinn í sjálfu þér fyrir því sem þú ert að gera og líka, já þetta bara ástalífið, það eins gott að það ekki tómt, sko. Heyrðu, svo jörðin, það tenging þín við sjálfa þig og líka við fjölskylduna, við bakgrunniðinn og ef að við höfum enga rún í jörðinni, þá erum við svolítið svona, svolítið við höfum ekki nóg mikla jarðtengingu og þá stundum vitum við heldur ekki sko hvert við erum að fara, því ég sé alltaf við verðum að vita hver við erum, hver okkar bakgrunn, hver okkar rætur til að vita hvert við erum að fara í lífinu. Það svo nauðsynlegt að hafa svolítið svona tengingu þarna við. Og þú hefur tengingu í þetta allt saman. En svo náttúrulega bara spurning hvort við að lesa eitthvað meira því að hér eru viðkvæmar upplýsingar sem að liggja í þessum rúnum, hvernig þeir tengjast svo inn í þig, inn til þín. Hér liggur líflínan þín upp og líflínan nær ágætlega inn í lóan svo ég held að þú takir fólk eins og það með kostum þess og göllum. Þú ert frekar umburðarlynd, svona, tekur fólk eins og það En hérna sem búið, nú ætti ég bara að vera hreinskilin við og segja hlutina eins og hérna einhver drót, ég veit aldrei hvað ég að tala, ég veit bara að þetta búið og þú þarft ekki að gera þér rell út af því, það var svolítið svona. Nú, hérna liggur höfuðlínaðin, lína gáfna og atgerfis. Hún löng svoleiðis að þú prýðilega skynsöm, það vantar ekkert á það, en þú ekki alltaf raunsæ. Þú stundum með höfuð áverhend en þú skapandi, þú hugmyndarík, en ekki alltaf kannski svo raunsæjasta, en það var allt í lagi. Kannski erum við ennþá undir áhrifum spákonunnar á Skagaströnd. En við Kálfshamarsvík undarleg þoka í bland við sólargeislana. Eitthvað dulmagnað liggur í loftinu og vitinn trónir hátt í mistrinu. Við erum með nesti, flatbrauð með hangikjöti og kókomjólk og finnum okkur góða laut til þess að næra okkur áður en við skoðum okkur betur á þessum ævintýralega stað.
Það nú bara sannarlega þess virði að keyra fyrir Skagann. Já, nú komið tími til þess að tengja saman þessar söguslóðir. Það Bjargi miðfirði, við erum á leiðinni í Grettislaug og síðan, sem sjáum við beint framöndan, Drangey. Já, ég hlakka til að fara á slóðir Grettis. Kannski sleppum við samt að syndi yfir, gæti fyrir svona fulllangt. Þegar komið að Grettislaug á Reykjaströnd sést Drangey vel út á firðinum. Grettir Ásmundarsson frægasti útlagi Íslandssögunar en hann bjó í eynni í nokkur ár. Hann var einstaklega hraustur og heljar menni mikið samkvæmt sögunni og þegar vantaði eldi við í eynni þá synti hann til lands til þess að sækja hann. Grettissund rúmir 7 kílómetrar og þegar okkar maður kom að landi þessar slóðir fór hann ofan í heita laug og bakaðist í henni lengi. Við erum reyndar ekki búin að synda 7 kílómetra en við ætlum samt að bakast svolítið eins og Grettir forðum. Það svolítið spenna í okkur þegar við mætum niður á smábátahöfnina á Sauðárkróki. Hér ætlum við að hitta feðgana Viggó og Helga Rafn en þeir ætla að bruna með okkur og fleiri ferðalanga í Drangey. Við siglum hérna undir kellinguna þegar við komum að eyjunni. Eftir það þá siglum við meðfram henni og siglum þá að eyjunni sjálfri og siglum þá inn í uppgönguvíkina. Svo leggjum við bátnum og röltum þá á stað og röltum hérna upp í skarðið sem við sjáum hérna fyrir aftan okkur. Löpum þá þar upp og upp í skála. Þar fórum við í kaffi og förum alltaf í kaffi með fólki sem með okkur í ferðinni. Þegar við erum búin þar, þá löpum við í Grettisbælið og þar farin yfir Grettissöguna. Þegar við erum búin þar, þá förum við í Grettisbrunnin. Og svo komum við hingað upp á hæsta punkt eyjarinnar sem 180 metrar og þetta einn fallegasti staður eyjarinnar. Þið sjáu það náttúrulega hér að hér vítt til veggja og hér hægt að njóta útsýnisins yfir Skagafjörðinn allan og yfir eyjuna alla. Þetta nú kannski löng saga en við Helgi Rafn byrjuðum með þetta 2011 og höfum verið svona með fastar ferðir hér í eyjuna síðan. Þannig að við erum konir á lappirnar. En tengingin við eyjuna, hún ennþá aftur? Já. Pabbi var með þetta áður og var búinn að vera með þetta í 4 ára áður heldur en að við byrjuðum. Við tókum við af honum. Sagan og eyjan svona svolítið samofin okkar lífi, það má segja það. Hér hafið þið lent í alls konar ævintýrum, ekki satt? Jú, það búið að já, það myndi endast í annan þátt held ég allt sem hann búinn að vera og brasa hérna í. Allt frá því að vera veðurþeftir hér og lenda svo í hremmingum hér með bátinn og allt hvað eina. Þannig að það ýmislegt sem búið að drífa á dagana.
Nú erum við á ferðalagi, við erum búin að heimsækja Bjarg í Miðfirði og Grettislaug. Já, gætirðu tengt þessa sögu svolítið saman, þessa staði alla leið hingað í Drangey? Já, þetta náttúrulega, Grettissaga náttúrulega einn af þessum sögum sem að lifa með þjóðinni. Uppeldisstaður Grettis að Bjargi og þar hann fæddur og kemur svo í rauninni Grettislaug og Drangey eru náttúrulega samofin af hluta af sögunni þegar hann syndir eftir Eldivíði til lands. Það orðinn Eldivíðalaus og hittir svo griðkonuna í híbýlum bónda. Þannig að þetta tengist allt saman. Og það náttúrulega rosalegt magn af lunda hérna eins og þið hafið náttúrulega séð núna þegar við löbbuðum hérna hringinn eyjuna að það svakalegt magn af fugli hérna. Og það bæði lundi, það langvíja, það álka, það rita, það fíllinn. Ég geti talið meira sko, en þetta eru svona helstu fuglarnir sem eru hér úti í Drangey. Og þú heyrir náttúrulega sondið hérna, þeir hlæja bara á okkur. Sko, þetta eins og útlendingarnir sem maður að fara með hérna og þau líka þessu við Galapagos-eyjar að það þessi háæði, það þessi læti í fuglinum, það meira hér heldur en þar. Og svona allt öðru vísi. En þú náttúrulega hérna leiðist mann ekki. Nei. Það ekki til. Galapagos-eyjar í Skagafirði? Já, þetta Galapagos Æsland. En svo sigliði líka út í Málmey, segðu mér aðeins frá því. Já, það nýjungi á okkur. Við ætlum að bjóða upp á það í sumar fyrir hópa. Þá hérna ekkert mál að fara með hópa þar út og leyfa þeim að sjá eyjuna. Það náttúrulega allt öðruvísi eyja, hérna Málmeyjan. Hún auðveldari uppgöngu til dæmis. Eða kannski ekki auðveldari uppgöngu, heldur sem sagt, jú, það léttar að labba upp en það svona meira bauk við að þú ert að fara á litlum bát, það ekki bryggja eins og við höfum hér í Drangey, þannig að það svona meira svona action, þú ert að fara úr stóra bátnum og yfir í litla bátinn sem mjög gaman og fólk hefur rosalega gaman að því að fara í Málmey með okkur. Við löpum þar hring og þar farið yfir sögu einnig í Málmey. Það var náttúrulega búskapur í Málmey til 23. desember 1951. Og maður fer yfir þá sögu líka þar í Málmey. Nú heyrði ég að því hvísla að það væri einhvers konar draugasaga í Málmey. Já, það eitthvað sem þú getur sagt mér frá? Já, þetta náttúrulega sem að fylgir sögunni í gegnum aldirnar að það átti ekki vera hægt að búa í Málmey nema í 20 ár. Húsvegjan var það og það hafa alltaf brunnið eftir 20 ára búsetu. Þetta minn fallega staður eyjarinnar. Þú sérð hérna yfir allan fjörðinn. Þú sérð alla eyjuna, heyrir í fuglalífinu alveg og horfa hérna ofan í Heiðnuvíkina, þetta einhvern veginn svona, já, mikil upplifun finnst mér og fólki finnst það mjög skemmtilegt þegar það kemur hér upp. Og hérna getur maður að prófa hljóðið, ekki? Jú, hérna hægt að prófa hljóðið. Hvernig getur maður það? Viltu prófa fyrst eða? Ég held að þú ætlar að fara fyrst. Já, ég taka það fyrst. Og heyrir maður mjög mikið bergmál þegar maður hér uppi, eins og heyrir í fuglinum og ég ætla að leyfa þér að heyra hérna eitt hljóð. Ertu klár? Ég er klár. Þetta verður ekki toppað. Þetta verður ekki toppað. Eftir óviðjafnanlega upplifun í Drangey kominn tími á góðan mat. Grána Bistró veitingastaður í gamla kaupfélagshúsinu á Króknum. Þar einnig búið að koma fyrir einu tæknilegasta safni landsins 1238. En við ætlum bara að elska friðinn og strjúka kviðinn í dag. Bardaginn má bíða næstu ferðar. Þetta sem sagt burrata ostur með síluðum tómatum frá Laugamýri og bara hellinga basiliku sem líka frá Laugamýri. Þess að alla kryddjurtir og tómatar og gúrkur og allt svona sem við fáum þaðan. Og það náttúrulega algjör forréttindi að fá svona flott grænmeti bara rétt hjá. Og þess að burrata osturinn gerður hérna í mjólkursamlaginu á KS. Svo eru spjót þarna líka og það allt annars staðar á heimskringlunni. Já, það eru svona lamba kebabspjót og það svona meira í Marokko og Líbanon. Og með þeim erum við með þá paprikumauk og svona hvítlauksmajónes, sýrðan rauðlauk og svo kemur með því svona grillað flatbrauð.
þannig að þú getur svona vafið lambspjótin inn í og borðað það með. Síðan bleikja líka og hún hérna á svæðinu. Jú, við erum með grillaða hólableikju. Hún kemur náttúrulega frá Hólum og með henni höfum við bara smelkikartöflur frá Hofsstöðum og svo erum við með rækjusósu sem gerð úr rækjuskel hérna á dögun. Þú að keppa líka? Já, ég í kokkalandsliðinu, hef verið nemi ársins og Íslandsmeistari í matreiðslu. Keppti í Euroskills sem svona, iðnaðarkeppnir. Keppti í smíðum og alls konar. Og svo núna síðast vorum við í kokkalandsliðinu út í Stuttgart og lentum í 3. sæti á Ólympíuleikunum sem besti árangurinn sem Ísland hefur náð. Ég elda í rauninni alltaf bara það sem mér finnst gott og þá finnst mér ég gera það miklu betur heldur en ef ég myndi gera eitthvað hvað ég myndi segja, ef einhver annar biður eitthvað sérstakt þá í rauninni útfæri ég það á minn hátt og gera það eins og mér myndi finnast það gott. Það getur ekki líka? Nei, ég held ekki, allavega ekki hingað til. Það ekki annað hægt þegar maður keyrir í gegnum krókinn en að stoppa á Króksbakarí. Það það eina rétta vegna þess að hérna fæst geggjuð lakkríslengja. Ég veit það. Alltaf þegar maður var á Króksmótinu, þá varð maður að stoppa hérna og taka allavega eina eða 2. Við tókum hérna nokkrar. Hvað það? Þetta stöffið sko. Þetta alveg stöff. Þetta svo gott. Við erum södd og sæl eftir lakkríslengjuna og allar kræsingarnar á gránu og núna tímabært að næra sig líka andlega. Fáir staðir eru jafn vel til þess fallnir að fletja mann aftur í tíman eins og Glaumbær. Hér virðulegur torfbær sem samanstendur af 13 húsum og hér má glöggt sjá fyrir sér byggðasögu fyrir alda. Hér einnig kaffihús í Áshúsi sem við myndum að sjálfsögðu nýta okkur ef við værum ekki pakksödd. Það nú nóg að rúmum hérna í Glaumbæ en við erum ekki að gista hér. Nei, eiginlega því miður. Mér finnst þetta rosalega huggulegu staður sko. Einhvern tímann hefur þótt mjög heppin ef þið fengið að gista á svona flottu pressetri. Já, þetta var náttúrulega ekkert venjulegu bær. Nei, 13 hús, þetta mjög stórt og mikið. Stórt og mikið og hvað tala að síðast hefur verið búið hérna 1946, eitthvað svoleiðis. Svo sér maður hérna búið að klæða allt og gera mjög fínt en ef við löpum hérna aðeins lengra þá sjáum við torfveggina sem eru mjög þykkir, lifandi veggir. Já, það allavega líf hérna. Það líf hérna. Það sko líf hérna. Engin draugagangur samt? Nei, örugglega ekki. Allir góðir dagar renna sitt skeið og nú fer að líða að kvöldi í Skagafirðinum. Okkur finnst alltaf kurteisi að heilsa upp á Jón Ósmann, ferjumanninn goðsagnakennda sem stendur við Vesturós, Héraðsvatna og vaktar bakkana. Við mælum með að kynna sér sögu hans en styttan eftir myndhöggvaran Ragnhildi Stefánsdóttur. Leiðarendi að þessu sinni eru Hofsstaðir í Skagafirði. Hér fáum við kvöldverð og hvílum lúin bein eftir ævintýri dagsins. Útsýnið yfir Héraðsvötnin og út á fjörðin fallegt og við gefum okkur tíma til þess að njóta og rifja ferðalagið áður en kvöldmaturinn borinn á borð.
rósasteik og bleikju og þorsk og allir aðréttina það koma með kartöflum sem við ræktum sjálf hérna. Kallum það obbobkartöflur, skafferska kartöflur frá Hofstöðum og svo verum við það fram með birkisírópi sem Holt og Heiðar gera, móðir mín og Bergrún vinkona hennar. Já, við erum náttúrulega svona upplifum það. Við tala átt bara náttúrstað, við erum oft selt sem svona áfangastaður í náttúrstað. Við erum útsýnishótel. Öll okkar herbyggja á sama útsýni sem þá fjörðurinn og vatnasvæði Héraðsvatna. Og þetta spilar saman svo var flott sjónarspil þegar sólin glampar á hvoru tveggja og drangið í miðjunni. Eftir að við náðum að stækka aðeins meira þá höfum við rými fyrir fleiri gesti sem geta komið hér á kvöldin. Panta sér gjarnan borð, það er búið lekkert eins og við segjum að panta sér borð og koma út að borða en það er svona erfiðara kannski að poppa upp hérna þegar maður veit aldrei að það getur verið setið í öllum sætum og fólk kannski þarf að bíða þannig að það er betra því flestir okkar gestir sem gista hérna þau borða hérna jafnframt. Við erum náttúrulega líka fjölskyldurekið fyrirtæki og fjölskyldan kemur að þessu og við sitjum hérna 3 og þá eru 2 synir okkar líka, tengdadóttir og svo náttúrulega foreldrar mínir búa hér hinum megin við götuna og bróður minn og hans fjölskylda hérna hinum megin þannig að það er svona stór fjölskylda sem við það kannski morgunmatnum hér kemur fjölskyldan mótnana og við borðum morgunmat hérna og við erum svona eins og ítölsk mafía. Við köllum þetta mafíuna. Hérna bara mótnana og eftir upplifin fyrir gestina að sjá íslensku sveitamafíu. Já, við náttúrulega byrjum hérna, þá byrjum við að hafa morgunmat eldsnemma og svo tíðkast á öðrum hótelum. Þótt alltaf skrítið hvað við biðum lengi með morgunmat. Það er svona eðlilega skýringar sem okkar gestir sita gjarnan lengi úti og eru kannski vakandi 1, 2, jafnvel lengur og eru að koma á seinna í morgunmat. Svo núna eru við bara seinna með morgunmatinn. 7:30 í staðinn fyrir kannski 6:30 og ert bara út í náttúrunni, hún kemur alveg að þér. Þetta er einfalt.